All right. Yes, hello and welcome to our first inspiration break, or innblásturshlé in Icelandic. Já, innblásturshlé. Já. Innblásturshlé. Yes, it's gonna be sweet and short, and we are happy to have James with us. As you know, Hacking Norrland is part of Hacking Hekla, a series of rural hackathons. This is our second hackathon now, and we were in South last autumn, and James is our winner of Hacking Söderland. James, we are happy to have you with, and happy to be able to ask you a few questions about your experience in Hacking Söderland. How are you doing? I'm doing pretty good. Hope you guys are well up north. Yeah, we're doing really well. It's just starting to rain actually now, but it's been really good. Yeah. But I think it's just the rain. It's like, you know, now all the teams are under pressure, so maybe the weather is Inside weather, yeah, so you it's a little bit like that. can't get distracted. Exactly. Exactly. And also the difference is we can be here. Like in Switzerland, nobody could travel, but now we can finally be here. The team. The Yeah, team is the here. team, Yeah. exactly. Okay, but would you like to tell us a little bit about your idea? Yes. The winning idea in Hacking Söderland. The idea I submitted to the Hacking Söderland was ended up being called Omango, which is basically like a scientific concept for growing plant cells inside of what's called a bioreactor, or ræktunartanka in Icelandic. But basically, if you think of it kind of like a brewery, but instead of using sugar, water, yeast, and big whatever to grow alcohol, you're growing fruit cells using different sugars and things like that. So it's kind of a way that you could produce things like, for example, mango juice or pineapple juice, or different other kind of like non-solid food products and additives. And it's really interesting, like it's part of this new kind of agriculture called cellular agriculture, where you're growing things just on a cellular basis. Like probably a more common one you see is like algae, like growing algae for proteins or food sources, but it kind of takes it to the next level. I think this is such an interesting idea, but you already had this idea when you started Hacking Söderland. Can you maybe tell us like what your expectations and hopes were when you signed up for Hacking Söderland? What did you kind of hope to get out of it? Yeah, it was really kind of just good timing, I think. I had, like many people last year, we moved to like 50% working time. So I wanted to do something a little bit more productive with my extra free time that had suddenly landed in my lap. And so like it happened to be like the month I started on 50% was when Hacking Hekla was happening. So I signed up and wasn't really sure what to expect, but I think once we got started, and like especially using Hugmyndathorp, like having all the ideas on one page and kind of seeing what other people were thinking and kind of other challenges. And like my background, I went to Landbúnaðarskóli for horticulture, so I've always been doing stuff with plants, and just having the space and kind of like forcing that focus to like really develop an idea, I think that was super kind of like special and helpful to really kind of take an idea you maybe have floating around in your head and kind of move it to like give it some structure and also getting input. Yeah, like we said, also it's important to just talk. Yeah, but how many are you in the team? There was two of us, me and my partner Hafi. He's in school at Listaháskóli for graphic design. So having like an artist and a scientist teaming up together and being able to from our living room, it was kind of ideal for our little team, just a couple of us. Did you come in a team like before, or did you meet at the hackathon? We came in together, and I think I was maybe a little bit more involved, but you know, like I think part of it is like we could have maybe like used it to like maybe incorporate some new people into our team, but it's also a kind of a short amount of time to kind of really push something forward. So it's important to be that like kind of flexible, but also like you know, stick to what you know and like demonstrate your strength that way, I guess. James, how did you experience Hacking Söderland? Like if you had to describe it in 2 sentences, like how was it? And you don't have to put flowers in our way, just be honest. Well, I mean, this was the first, like when I did it, was the first time you guys were doing it, correct? So it was kind of new to everybody. And
especially with the kind of like turmoil of last year. Like you guys had done a lot of work to plan it out to have it be like a on-site location, but you kind of deal the cards you have, and just being able to like have this technology where we can all be like basically in the same room, just not physically. So Yeah. it's that can be really challenging to like when you're trying to explain your ideas and you have a camera in your face. Even if it's your own laptop, it's a different way of thinking. But then at the same time, it's a lot easier to step back and you can close the computer lid and like kind of have more focus and less distractions that way. So I think overall, just being able to like grow your idea a little bit over like a short period of time, that was kind of like the main draw and kind of the main thing I got out of it. It's good to hear. Our Hacking Northern teams, they're working on their pitches. Yeah. They're going to pitch tomorrow. James, you also were in the same situation just a few months ago. What advice do you have for our Hacking Northern teams for the pitch tomorrow? Is there some insider tip you can give them? Yeah, I mean, I think the main thing is just that you need to consider you probably have a very diverse audience. When I first came in with my idea, it was very science focused, and I was used to explaining things to other scientists. But you need to be able to like, kind of gauge like who you're talking to, and like at this point they probably know that they're going to be presenting to judges, and it's going to be a kind of a diverse group. So being able to like take your idea and explain it in a short way that's makes sense for as many people as possible. And I think one thing that's really important, especially like since it is for the Norderlands, like having more focus on like how is this idea going to be integrated into the local communities and region. Because there's a lot of really good ideas that could be applied anywhere, but like you need to make it something special for like that solves local problems on like a realistic way and kind of ties in that way. Yeah, just topic related, you mean? Yeah, exactly. Like if you have an idea like around like compost, be like, well, what does that actually mean in like a subarctic environment? Are you thinking about like how the weather and the environment and like infrastructure is going to be like interacting with that idea? Like we had another team in the South group that was wanted to do like deliveries between farms and kind of like trading produce and supplies like that. And it was a really great idea, but like they like during the hackathon, they kind of took it to that localized level. So like you take an idea that maybe could work like in any rural area and like make it your own and make it for your community that you'd be working in. Yeah, that's a good thing. It's a good point. James, I think we have to come to the end soon, but I have a question. What was your next step when Hacking Sutherland was over? What was the next step you took? You won this project, you got a little bit of spotlight. What were your thoughts and your ideas? What did you do? Yeah, well, the month after I did Hacking Hekla, I did like a short accelerator program with EIT Food, which is the European Institute of Technology. And it wasn't specifically focused on this idea, but a lot of like the skills and like, especially presentation, like I hadn't done many presentations. So having that experience always is helpful for like sharing your ideas. But I think at least for the Omega idea, like I plan to go back to school and like use that for my master's project. So like having a foundation and having people know about it in the community and respond to it and like already have like, okay, people are a little bit more familiar with this idea and it gives you that space to like, okay, like maybe this is something we can actually make possible here. I saw that you created a Facebook page for Omango just right after Hacking Sutherland. Did you feel that people were approaching you? Like, did people come to you and talk to you about your ideas because it was in the media a little bit? Yeah, that was kind of interesting to experience. There was a really big Bindebladet article. It's a beautiful one. Yeah, and I think it just goes to show that like if you have a good idea, especially in a small community like Iceland, it's not so wild to find support for it. Like there are a lot of different organizations and startup funding, especially now, and especially like when it comes to food development, which my project happened to be really good time for like pushing like agricultural projects. That's a big priority right now, trying to get things closer to home.
Have you been applying for some grants now for this idea? Not for this idea. I after looking into the details more, I need like a little bit more science background, or would need to really take the time to put a team together that would have like experts on like doing cellular agriculture, which is something you need like a full team and lab for. But I think this would be like something I will be doing like within the next couple of years. Okay. I think it's a really nice idea, and I think you should go for it all the way. I think so too. Yeah. Maybe to conclude with, oh, sorry. Oh, I just have to do it before someone else gets to it. Yeah. Yes, exactly. Maybe to conclude then, James, where do you want to bring this project? Can you maybe say a concluding sentence what your goal with Umongo is? Yeah, so the long-term goal is to reduce imports of exotic fruits and have them produced in a local way. And with that being said, like the first places we would try to take this would be into schools and nursing homes to kind of just increase local nutrition that way. And I think that's something where it'd be a little bit easier to partner with instead of just making a standalone product that would be in the grocery stores, like getting it into like these systems that are distributing the food automatically without having to like necessarily build a customer base before you're ready for it. That sounds good, and we wish you all the luck for this. Well, thanks for having me, and good luck Thank to all you. the participants. I'm excited to hear about what ideas come from up north. Yeah. Thank you, James, and thank you so much for coming in. No problem. Thank you. Take care. We have another Já, inspiration. nákvæmlega. Við fáum annað innblástur frá úr Skagafirðinum, frá Norðurlandi vestra. Nýsköpunarstjarna þar, hann Ingvi Hrannar Ómarsson. Hann okkur fannst ótrúlega gaman að fá líka einhvern frá svæðinu okkar sem er búinn að vera að vinna í nýsköpun, og hann hefur, maður getur einmitt líka bara til að sýna fjölbreytileikann í hvernig maður getur verið frumkvöðull, ekki bara í því að hanna einhverja tæknilausn eða búa til nýja leið í að nýta orku, heldur getur maður líka gert það innan stjórnsýslunar og skólakerfisins, og hefur Ingvi verið sannarlega svona frumkvöðull í þeim geiranum. Ingvi, takk fyrir að koma og vertu velkomin. Já, takk fyrir það. Ótrúlega gott að þú gast eitt svona seinni part laugadags með okkur. Það var geggjað. Ég veit að þú varst samt þétt setin í dag, en skvísaðir þessu inn hjá okkur. Það var frábært. Ekki málið. Ekki Ég málið. ætla bara að gefa þér orðið. Þú ætlar að koma með einhvern svona smá bakgrunn og segja okkur svona smá peppa fólki sem að reyna að klára að skrifa peppræðina sinu fyrir dómnefndina, pittsræðina sinu fyrir dómnefndina á morgun. Já. Má ég deila skjánum aðeins? Bara, er það í lagi? Endilega, bara gjör svo vel. Hendur hérna inn. Takk fyrir. Þið sjáu þetta held ég, er það ekki? Jú, Jú, ok, geggjað. Komin inn með hattum. Já, takk. Það er þetta ekki málið. Já, takk fyrir það. Ég ætla nú bara rétt að segja aðeins frá mér, en Ingvi Hrannar heiti ég og bý á Sauðárkróki og starfa í grunnskólanum í Skagafirði og er þar kennsluráðgjafi í upplýsingatækni og nýsköpun hjá sveitarfélaginu, en starfa líka hjá menntamálaráðuneytinu í innleiðingu menntastefnu Íslands sem var verið að samþykkja bara 24. mars. Þannig að ég er að byrja í því starfi núna á árinu. En í rauninni, já, ég er kennari í grunninn og hönnuður og einhverju myndi segja frumkvöðull. Ég ætla með mastersgráðu í nýsköpun og frumkvöðlafræðum frá Háskólanum í Lundi í Svíþjóð. Þannig að það er svona, kannski hægt að segja það þá, að ég sé það. En það sem ég geri aðalega, eins og ég segi, þið eruð aðeins að vinna að tala um orku og orkunýtingu. Og það sem ég geri í rauninni er að koma fólki saman og nýta orkuna í fólkinu sem er allt land, kennarar og skólastjórnendur allt land, og það er svona minn svona tribe, ef hægt að segja þessu svo, að fólki sem krafturinn í fólki út allt land. Og mitt svona hlutverk þar er eiginlega að koma því saman og mynda einhvern svona ofurkraft af þeim saman, meðal annars með ráðstefnum, einhverjum viðburðum, fyrirlestrum og bara svona tengja fólk. Þannig að
Hérna UTÍS sem ráðstefna sem ég er með á hverju ári og hún í nóvember, vanalega á Sauðárkróki, hefur verið það, en þurfti að vera á netinu í fyrra. Og þetta byrjaði sem bara lítið verkefni. Það byrjaði bara sem áhugasviðsverkefni þar sem að ég bara ákvaða að koma fólki saman, ekki með neitt plan í rauninni annað en það ég vildi bara ná fólki saman og stundum hugmyndirnar faraði bara af stað svoleiðis. Og þetta hefur vaxið í stóra ráðstefnu á Sauðárkróki á hverju ári og það eru bara 150 pláss samt. Við viljum hafa þetta lítið, en núna umsóknir opnuðu núna fyrir kennara núna í gær og þær eru strax komnar yfir 150 umsóknir á fyrsta degi, sko. Þannig að það fara vanalega í svona 500 til 700, þannig að þetta hefur stækkað þetta verkefni svo sannarlega og hlaut íslensku menntaverðlaun 2020. En þannig að í dag eiginlega, sko, ég kennari, en ég eiginlega líti á mig sem svona eiginlega bara nokkuð svona millistykki eða fjöltengi. Ég bara að benda áfram og tengja fólk, sko, og það í rauninni og benda á fólk sem að veit meira en ég og í rauninni að bara svona vera, millistykki, ef þetta að segja þetta svo. En það var ekkert alltaf svoleiðis. Ég kennari í grunninn og verkefnið eins og þetta UTÍS byrjar bara eiginlega óvart. Og af minni eigin reynslu, því að ég sem kennari upplifði mikinn svona tómleika, sérstaklega eftir kennslu, að þó þú sett umkringdur fólki allan daginn og krökkum og þá eftir klukkan 1 eða 2 og þá var enginn og maður satt einn og var að pæla og ég þarf bara að vinna með fólki, ég þarf bara að deila hugmyndum og heyra frá öðrum og svoleiðis og þarf bara annað fólk, þannig að það var bara eiginlega hætti ég næstu eftir fyrsta árið, bara út af því, sko. En það sem bjargaði mér var, og ég vissi það í ykkar störfum, að þið vinnið ábyggilega mörg oft ein og sjáuð oft sjaldan aðra fagmenn vinna sína vinnu. Ég sé oft, sko, einhverja fagmenn í knattspyrnu vinna sína vinnu, eða fagmenn í uppistandi, eða leikara, eða matreiðslufólk, en sjaldan þá sem að, eins og kennslu, sé ég of sjaldan, sérstaklega maður eins og kallaður útskrifaður. Þannig að ég þarf bara að vinna með öðru fólki og þá vildi ég bara umkringja mig fólki, þannig byrjaði það og einfaldasta leiðin var bara að lesa og þetta eru nokkrar af þeim bókum sem ég keypti og las bara á fyrstu árunum í kennslu, þannig að ég bara umkringdi mig fólki sem var að skrifa og segja frá. Síðan uppgötvaði ég internetið af alvöru og blogg og Twitter og heimasíður og annað og ákveði framaldi bara að fara að finna fólk sem hafði áhuga á því sem ég hafði áhuga á og sem að fólki sem var að skrifa bækur, fólk sem var að skrifa blogg og annað og fór bara heimsótti það, fór bara að tala við það. Og svo fattaði ég að ég eiginlega besta leiðin, fólki sem ég var að hafa samband við, átti það allt saman að það var að búa eitthvað til, það var að deila. Það var að búa eitthvað til einhverja vöru eða að búa til eitthvað kennsluefni eða eitthvað bók eða annað og var að deila því með öðrum og þannig fann ég það fólk. Þannig ég hugsaði að ég verði að verða í þeim hópi fólk sem að deila og búa eitthvað til. Því að þannig að ég tók mér þessa hugmynd, sko, the mindset of trying stuff og bara allt sem að ég sé að gera sé einhvers konar svona work in progress. Og bara byrja og prófa og gera og deila og fá feedback á það. Hlutir sem voru ekki tilbúnir og eru aldrei tilbúnir og verða aldrei tilbúnir einhvern veginn, heldur bara hérna eitthvað sem ég bjóð til, hvað finnst ykkur það? Og einhverju kennarar notuðu það, ég fekk það á heyrðu, hvernig væri að gera þetta, að bæta þessu við og þannig þróaðist allt sem ég var að gera. Þannig að ég stofnaði Twitter-aðgang, ég stofnaði blogg og mér alveg saman tölur, þetta var bara staður fyrir mig til þess að deila því sem ég var að gera. Ég var ekki að skoða, það snerist í rauninni ekki það að eitthvað auglýsa sig eða annað. Þetta var bara ég að segja frá og ég að skrifa og ef það nýttist einhverjum frábært. Og sjá þennan hvíta ramma hérna, be the first to like this. Ég skoðaði fyrstu heimasíðuna mína og allir póstarnir stóð fyrir neðan be the first to like this. Núna þegar ég var að skoða hann aftur. Þessa gömlu síðu frá þegar ég var að vera kennari. Og það var allt í lagi. Það var ekki tilgangurinn einhvern veginn. Heldur ég að deila. Það svona það sem hefur breyst svolítið mikið að núna þarf ekkert leyfi lengur til þess að gera neitt í rauninni. Þú getur byrjað með podcast eða þú getur byrjað með útgáfu á blaði eða
þú þarft ekki leyfi frá útvarpsstjóra eða ritstjóra Morgunblaðsins eða neitt til þess að, eða ritstjóra einhvers tímarits til þess að koma ykkur á framfæri. Þú getur bara gefið út og getur sagt frá og haldið viðburði og gert hluti og stundum mæta 3 og stundum mæta 300. En það sem gerðist var að leið og ég fór að gefa hluti eins og blogg, eins og tíst, eins og verkefni sem ég var að gera og þá stækkaði hópurinn sem ég átti samskipti við mun frekar. Þið sjáu bara fólk, ég var að horfa á vídeo daginn bara, á YouTube í gær, af einhverjum smið í Bandaríkjunum sem var að sýna eitthvað borð sem hann var að smíða og það var komið með 1 milljón skoðanir á það og svo hugsaðu okay, af hverju er smiðurinn að eyða tíma í það að deila því sem hann er að gera og af hverju er hann að kenna öllum hvernig á að smíða þetta borð. En svo hugsaðu þegar einhverju vantar eitthvað borð til þess að láta smíða og ætlar ekki að gera það sjálfur, í hvern haldið hann hringi? Hann hringir væntanlega í smiðinn sem hann sá á YouTube. Þannig að þarna með því að gefa ertu að fá margfalt tilbaka og þú ert að læra heilmikið á því. Þannig að fólk fór allt í einu að hafa samband við mig hluti sem að ég áður hafði samband við aðra og eins og Chaplin sagði einhvern, ég er bara amatör, eins og Chaplin sagði við erum öll amatúrar, við höfum ekki tíma til þess að verða neitt annað. En fólk fór að hringja í mig og fólk fór að pæla og ég fór bara að búa til hluti sem ég finnst áhugaverðir og bara reyna að hjálpa einhverjum, bara það var svona lykilorðið og eitthvað sem ég held úti er svokallaður bug listi, þannig að allt sem að pirrar mig, eitthvað sem að ég sé að skrifa ég niður og mér vantar einhvern tímann hugmynd og fer ég á þann lista, mér vantar einhvern tímann eitthvað að gera og fer ég á þann lista og fer að leysa það, þannig að ég mæli með að halda svona bug lista og gefa bara langflesta hluti, sérstaklega upp að því. Bara eins og bloggið mitt er frýtt, podcastið mitt er frýtt, fréttabréfið mitt er frýtt, þetta er ég að gera frýtt, bara að gefa og segja frá og taka þá og hjálpa fólki. Og svo er mikilvægt líka að fara að vinna með höndunum, að fara að búa til prótótýpur af hlutum sem þið eru að gera. Ekki bíða eftir að hlutir eru fullkomnir, búðu til heimasíðu sem er bara einföld og fara að prófa eða búðu til einhverja vöru þó séu pappa fyrst bara og rétt einhverjum mann og segðu hvað finnst þér þetta getur notað og fá svör frá fólki og ég veit að við erum á neti núna og ég tala mikið upplýsingatækni í skólum alls konar en við við þurfum ofta að stíga frá tækninni og fara inn í að fara að vinna með pappír og pappa og stóra hluti og þú veist, tæknin getur oft, hún er ekki alltaf góð. Mér finnst hún slæmur staður að byrja á oft í hugmyndavinnu, þegar maður sé að vinna eitthvað svona yfir neti með einhverjum öðrum. En oft þegar við leiðum og opnum Word-skjal, til dæmis, þá erum við svo föst í því formi. Og ef við opnum kynningu, glærukynningform, þá erum við einhvern veginn orðin svolítið föst í því og oft leitum við fyrst þangað núna á þessum tímum en í staðinn fyrir að líta til okkar. Þannig hérna er mynd af skrifstofunni minni akkurat núna. Hún lítur svona út og það er rosalega mikið af því sem ég vinn með á pappír og á hlutum. Þannig að vinna þannig vinn ég. Fólk heldur ég vinni allt í tölvu en eiginlega mest af því sem ég geri er analog og svo færi ég í digital hlut, svo fer ég aftur og svo þannig að færa sem vill og fá einhverja tilfinningu fyrir hlutum. Þannig að þetta er svona, og þessi hugmynd að ef þú ert í háskóla núna eða ert útskrifaður sem viðskiptafræðingur eða eitthvað, ekki halda þú sért útskrifaður á neitt hátt heldur, núna bara breytist það að þú ber full ábyrgð á þinni menntun. Þannig að vera hér stórkostlegt, að taka þátt í svona hlutum er algjörlega frábært. Þannig og að lokum það er svona eitthvað svona tips sem að ég gæti gefið ykkur, hlutur sem ég er að gera sem kallast Sagmeister, Taking a Sagmeister, það er hönnuður í Þýskalandi sem heitir Stefan Sagmeister og hann lokar hönnunarskristofunni sinni á 7 ára fresti og tekur sér árs frí og bara allir sem vinna hjá hann vita það verður lokað eftir 4 ár í 1 ár. Og hann flytur eitthvað annað, fer eitthvað annað umhverfi og kemur svo tilbaka og byggir næstu 7 ár svolítið á því sem hann lærði og fór, hvort það er að búa á Bali eða búa á Sauðárkróki eða Reykjavík eða í Bandaríkjunum eða hvað sem er. Þannig að ég hef tekið nokkur svona á mínum ferli og í staðinn fyrir
og bæta inn þessum svona inn á milli nokkrum árum. Þannig að ég núna að byrja nýtt tímabil í vinnu og mun taka svona 4 til 7 ár í því áður en með dettur eitthvað annað í hug og ákveðin að fara í ár eitthvað annað. Þannig að það svona eitthvað ár, year of growth and something new eins og ég tala Þannig að þetta svona í stuttumáli svona smá nokkri hlutir sem að ég vildi svona hoppa inn á og segja ykkur svona frá í svona smá svona process hjá mér, svona ferli í vinnu og vonandi getið eitthvað nýtt af því. Já. Vá, Ingvi, Hvað segirðu, Cecilia? þetta var algjör snilld, sko. Þetta bara, þú komst inn á svo ótrúlega mikið af hlutum sem að já, við höfum farið í gegnum og Svava sem með okkur hefur búin að fara í gegnum til dæmis að bara þessa svona design thinking hugsjón, þú veist að taka samtalið og fara út á skrifstofunni, mitt búið til prototípu, prúfa, fá gagnrýni, mismunandi hatta og sem með tilfinningahattinn og aðra með gagnrýnishattinn en ekki taka þið til sín, heldur læra að því og vaxa sem manneskja. Og þú veist, þetta bara, ég er eiginlega spennt, mér finnst það geggja, 47 ár og svo bara færa sig, ég svolítið til í það, það er rosa gott. Já, það er spennandi. Ég svolítið svona... Ásleifi. Já, en já, ertu spurningu, Magdalena? Nei, það var bara fullkomið. Já, þetta var fullkomið, ég að segja það, þetta var bara geggjað, algjör snilld og bara innilega þakkir fyrir að koma. Og ég veit að ertu búin að dæma fótboltaleikinn? Já, þess vegna er svona sveittur. Þú ert búin að því? Ok, snillingur. Ok, frábært. Takk fyrir Ingvar Hrannar Ómarsson. Mér var ánægður, gangi ykkur rosalega vel. Já, og bara svo að það sé á hreinu þá ertu frumkvöðl. Já, ég held það. Já, algjörlega. Bestu þakkir.